Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Sæl og blessuð, gleðilegan fimmtudag. Nú ætla ég að pimpa pylsurnar sem ég bjóð til í seinustu viku. Þær fara hérna á grillið. Þetta verður svona mexikanskt þema. Þetta verður með guacamole ofan á og chipotle majónes. Svo eitt sem ég ætla bara að láta koma óvart. Herru, vindum okkur bara beint í þetta meðan ég bý til guacamole. Þegar ég er búinn að búa til guacamole og majónesið þá ætti kólun að vera tilbúin. Það er alltaf happa glappa með lárperurnar á Íslandi. Sjáuð þið, ef það eru 2 bara góðar þá ætla ég bara að láta það duga, sko. Keypti nokkra svona vara og þannig að sjáuð þið þetta? Annarkvort eru gæðin að batna á Íslandi eða ég er bara hryllilega heppinn. Ein hugmynd. Það er gott að geyma þessa og nota þá ef þú ætlar að láta guacamolið bíða. Þá er það bara sett út í guacamolið og þá heldur steinninn guacamolinu bara fersku. Skeiðin til að skúpa út. Gaffallinn til þess að stappa. Þetta verður nú bara eitthvað útilegu stapp. Þeir eru alveg fullkomnir. Rauðlaukur. Skilja það alveg. Ó, gubbons. Herru, ég finn það á mér að það er komin einhver spenna í mannakútinn. Gellum það bara í svona. Ætli þetta sé sterkt. Það er nógu hiti í þessu. Þannig að ég ætla bara að setja hálfan. Set 1/4. Svo er það vinur okkur hvítlaugurinn. Í þetta litla þá ætla ég að setja ég ætla að setja 1. 3 er of mikið. Svo er það salt. Muniði, ég sýndi ykkur þetta nokkur sinnum. Það er smá salt, smá olía og þá er hægt að merja hvítlauginn. Hann fer hérna út í salti og lime. Sjá hana fallega lit. Næst ætla ég að búa til chipotle majónes. Jæja. Ég ætla að svindla núna. Ég ætla að vera með svona majónes sem ég keypti út í búð. Það er alltaf að svindla svona endurum að sinnum. Ég hefur verið að kötta þær alveg niður í örundir. Ég ætla að peista þetta eins og ég gerði við hvítlaukinn. Saltið nefnilega, ég held, ég veit það ekki, en ég held að saltið vinni sem svona eins og steinn, þannig að svona eins og mortel. Þetta majónes verður ábúinlega svakalega, mér er skitsama. Ég er stuður fyrir hita. Chipotle majónes er bara eins einfalt á þetta. Það er bara chipotle pipar úti. Og ef þið finnið þessa á Íslandi, er það geggjað. Þið getið líka fundið það bara á internetinu og pantað þá. En svo er líka til, ég er ekki með það hérna með mér.
En það var líka til krydd bara. Þurrkað og það ætti að duga lengi, ég hef ekki pröfað það en það ábyggilega ekki eins gott en ábyggilega nógu gott. Hérna er ég með græju og þið getur ekki giska hvaða græja þetta er en þið þurfið þess ekkert sko. Þetta er sem sagt, það ætti að vera priki, það er best sko en ég er með svona hanska þannig að þetta ætti að duga. Þannig að sem sagt, þriðja ingredientið eða þriðja innihaldið í þessa pylsu er popcorn. Það setjum við bara hérna. Þetta lærði ég í skátunum. Svöllum smá olíu yfir þetta. Svona einhvern veginn. Svo fer þetta bara yfir kólinn. Í hittan hérna. Hver er hitinn hérna? Það er ekki svaka heitur. Smá olja. Ég hefði átt að nenna að gera prikið. Það er nefnilega miklu auðveldara með prikinu. Ég heyri sjálfur mér hérna. Það er ekki út af því ég er í svo mikillir þögn. Það er mamma að horfa á mig inni. Það er að gerast. Ég vona að þið sjáu þetta. Það er eiginlega mun leiðilegra heldur en með myndi. Það er eiginlega skemmtilegra fyrir unga krakka. Ég vil eiginlega bara fara að borða þessar pulsu mína, sko. Þetta ætti að duga popcorni. Það var svo heitt líka. Sko, ég ætla að krydda þetta popp svolítið skemmtilega. Tökum við hendi í burtu. Skellum poppinu hérna. Sko, ég ætla að setja á það bara smá salt. Bara svona á gömlu vana. Ætla ég að hella hérna cayennepipar yfir. Fullkomið. Herru, nú þurfum við eiginlega bara að fara að setja pulsunar á og svo bara éta þær. Það er komin svaka hitt á þetta. Svo er ég með pulsunar sem ég gerði í seinustu viku. Skella það beint á. Þetta brauðin svona beðið út í kanti. Og aftur býðum við bara. Sko, þá er ég með eina pælingu. Pulsubrauð.
Þau eru alltaf skorin á Íslandi. Og þau eru skorin svona. Sem sagt, svona hérna niður. Og sem alltaf í lagi, þegar þú ætla bara að smetla pulsu hérna ofan í og borða hana svo. En mér finnst betra að skera pulsubrauðið hér. Af því að það gefur svo, hér ofan á. Mér finnst það mun betra út af því að það gefur mér séns á að presentera hérna ofan á. Af því að þá getur hún setið. Þá setur hún svona. Hún nefnilega á svolítið erfitt með að sitja svona. En svona bara situr hún. Þannig að ég skil ekki af hverju það er ekki bara skorið hérna ofan á. Og ég held að ég hef átt einhverjar samræður við einhvern daginn hvort væri rétt. Og ég held að sú manneskja hafi sagt að það væri rétt svona og ég sagði nei, auðvitað að vera hinsegin. En nei, ég er sammála henni núna, henni, manneskjunni. En þið kunni nú alveg að grilla pilsur, ég ætla nú ekki að sýna ykkur alla. Þið grilli bara pilsur eins og þið grillið pilsur eða pulsur. Smá klúður. Hérna eru blöðnar. Síminn vill ekki hlaðast. Þannig að við bara gerum þetta svona. Þetta er ekki flókið. Það er pulsa fyrst. Það er danski stílinn. Pulsa í botninn. Svo er guacamole smurt hérna ofan á. Loks er það chipotle majónesið. Ég vildi að ég væri með svona skvísu. Þess að skvísa yfir og þá getur maður að gera svona fallega línu. En maður vist bara í útilu. Og loks er það popcornið. Hún situr nú fallega núna. Svona. Þetta er pulsan. Ljóða þetta aðeins. Ég ætla að vona að ég sé í mynd, ég er bara að vona það. Sjá, ég finn það svona, ég ætla að vona að ég sé í allavega þá gott að setja popcorn hérna í og svo bara gúff í sig. Smoky. Skil ekki af hverju við höfum ekki hérna af hverju við höfum ekki sett popcorn oftar á pulsu. Það er alveg geggjað. Popcornin rífur aðeins í. Svona fitan í hérna guacamolehunni er alveg bara yndisleg. Ég er að gefa mömmu svona. Endilega bara gerið það fyrir mig að læka, deila og sharea. Takk fyrir að horfa enn og aftur og við sjáumst bara í næstu viku. See you. Mamma! Pulsa fyrir þig. Ekki fín með svona popcorn? Jú, svolítið flott. Það er gott. Ekki? Svakalega bragðsterk og mikil pulsa. Finnst þér ekki poppið gott bara? Jú. Það er svona í staðinn fyrir hérna steikta laukinn og Já, eiginlega. Mjög gott.